Nú sannarlega tíminn til að ná sér í popp og kók því það sýning að hefjast í Herðubíói á Seyðisfirði. Passum okkur að hafa hljóð, komum okkur vel fyrir, 3, 2, 1, gjöru þið svo vel. Kjúklingaleggir eru uppáhaldið mitt. Ekki bara þá alla, mig langar líka í. Við tókum við húsinu, Herðubreið, sem félags- og menningarheimili Seyðisfjarðar. Tókum við 2016, 2017. 16, 17. Já, svona það einhvers þar á milli. Og þá var húsið ekkert eitthvað í frábæru, það var ekkert í sérstöku ásökumulagi, sko. Þannig að þegar við komum inn, það var mikið sem við þurftum að gera og græja og vorum búin að vera held í mánuð þegar við byrjaði að mála og gera fínt. Þegar fólk fór að koma og heimsækja okkur. Og alltaf fyrstu sögurnar sem við heyrðum var í gamla daga þegar Herðubreið var upp á sitt besta, þá komum við í bíó. Þannig að það var alltaf sögur gamla bíóhúsið og hversu góðar minningar það voru þegar var verið að öskra á sýningarstjórann og allir áttu sitt eigið sæti sem áttu ekki, það mátti enginn annar sitja í sætinu þeirra og alls konar svona skemmtilega sögur, sko. Þannig að við ákváðum bara eftir mánuð að við yrðum að endurvekja þetta bíó. Þannig að búið að taka okkur 3 ár að opna þetta bíóhús og fengum nýtt tjald og nýja græjur. Það var hljóðkerfi sem virka fínt, þannig að við létum bara endurstilla það og þrífa það. Og síðan bara máluðum við og setjum nýja lýsingu og nú komum bíó. 3 years in the making and you open in COVID times. How's it been going? Well, it's been a journey, but it's just amazing to have this kind of activity for the town and the neighbouring towns, and to be allowed to be open. At least, we've got seat spacing. We have a very good system for how people buy their tickets and their popcorn, and it's just really exciting to see it finally come to life. Það nú svolítið langt í næstu bíóhús. Já, það bara, þessi Akureyri sem næst. Og ég þekki alveg fólk frá Seyðisfirði sem hefur keyrt alla leið til Akureyrar til þess að fara í bíó. Þannig að þetta náttúrulega held ég bara kærkomið að þessi komið bíóhús á Ísland. Og ekki bara fyrir Seyðisfirði, það var bara alla í kring. Já, algjörlega. Við erum að reyna að markaðsetta þannig að fólk í kringum okkur viti af okkur. But what about the movies you choose? You must be like in Candyland choosing what to see. Yeah, it's so exciting to have such an array of films that we can screen here. We're still learning a lot. There's just so many films out there and figuring out how to screen them and what to choose and what people might like. But we're going for an array of blockbusters. James Bond is going to be out in November. That's going to be a big hit for us. And then we go for more independent and art house cinema. Hvernig sýningum háttað hérna? Á hvaða dögum sýningar? Við erum svona pínu að þreifa okkur áfram í hvað hendar best, sko. En eins og þá stefnum við á að hafa 5. föstudagskvöldum kl. 8 og sunnudögum barnabíó kl. 3. Þannig að það svona planið inn í veturinn. Man verður eiginlega að spyrja út í þessi sæti sem við sitjum í. Hvaðan koma þau? Þau eru frá Þýskalandi og þeim var smyglað inn 58. Smyglað inn í landið. Og Huginn, íþróttafélag á Seyðisfirði, þeir settu sætin í. Þannig að þetta eru upprunaleg sæti. Mjög skemmtilegt. As a kid, many have the dream to be their own cinema directors. Was it your dream? I always thought it was such an amazing, magical job. I never believed that I was going to become a cinema projectionist. I don't know what you call it anymore. It's really an adventure, and it's a huge surprise that this is our new role. Yeah. En það mikilvægt að blanda saman myndum og þið hefur náttúrulega frelsi til þess að bjóða það upp á listrænni myndir í bland við barnamyndir og þessar svona aðalmyndir sem við viljum koma á. Já, algjörlega. Við reynum að hafa eitthvað fyrir alla. Og það er mjög mikilvægt og ég held líka bara að þessi bær og Austurlandur býður upp á að við fáum áhorfendur á allskyns myndir. And this must add to all the events that you have available here in the East. Yeah, hugely. It's just amazing to
have such an array of culture here. We have also the Lunga School in the building, and then we have shows and concerts, theatre, and then to be able to bring films as well is just amazing. Og það að sjá það að gestirnir að upplifa þessa gömlu romantík sem þeir áttu hérna einu sinni og farnir að velja sér sæti jafn? Já, ekki ennþá, en já, það kemur pottþétt með tímanum, sko. En ég held að, sko, að fyrsta sýningin sem við sýndum, sem Herðu bíó, var í júlí og það var barnabíó. Og það var ótrúlega fallegt, við sýndum hérna Tröll 2 myndina og þegar við komum inn í salinn eftir að myndin lauk, þá var bara danspartí á gólfinu, bara öll börnin voru komin saman á gólfinu og voru bara að dansa meðan kreditið rúllaði og það var svo fallegt, þannig að við bara já, ok, þetta er ástæðan fyrir við gerum þetta. Þannig að þetta svona, já, það er strax búin að myndast svolítið öðruvísi stemning hérna heldur en kannski í hinu venjulega bíóhúsi. Það má alveg dansa í þessu bíói? Já, það má klálega, við hvetjum til að fólk dansi í þessu bíói. But where do you go from here? How do you keep the cinema running in Seyðisfjörður? I guess we're going to see. We're just going to listen to the audiences, see what they want to see. We'll be doing some themed events as well. Try out lounge viewing, try out different genres of film. For Halloween, we're going to have a Halloweek. So, yeah, we're just going to keep on growing and diversifying and learning ourselves. Eins og fyrir ykkur sjálfar og fólki sem þið tengist, þetta er náttúrulega mikill viðburður og myndin sem slík, hún skiptir kannski ekki alltaf höfumáli. Nei, þetta er náttúrulega bara ótrúlega gaman að það sé staður og tími þar sem fólk getur komið og hist og gert eitthvað saman. Og sérstaklega að fara í bíó, þetta er svo mikið popkultúr. Þetta er eitthvað sem öllum finnst gaman að gera. Þannig að ég held að fólk sé bara almennt mjög ánægt með þetta framtak, sko. So we're going to recommend to people all over Iceland to take a trip to Seyðisfjörður. Please do. Absolutely. Yes, you can get a pizza down the road, come to the movies. Have a little beer and some popcorn. Yeah. We have it all. Yes, we welcome you.